Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, þá komið að eiginlega reglulegum þætti hérna við rauðaborðið að Ragnar Baldursson komið í heimsókn, stjórnmálafræðingur og sérfræðingur í Kína. Þú hjálpað okkur að fá svona eitthvað skilninga á Kína og þessu stóra landi með langa sögu og við höfum rætt pólitíkina og varnarmál og við höfum rætt menninguna. En þú varst lengi í Kína og varst að skrifaði doktorsritgerð við Kínverskan háskóla. Maður halda að þú hefðir skrifað Kína, en þú skrifaðir Vesturlönd. Ég ætlaði að skrifa Kína. Já. Og var að hugmyndi mínar Kína og eðli kínverska menningar og ástæðunar fyrir því að þær voru að þróast á þessum tíma og ég náttúrulega ekki allt lífið eiginlega frá því að ég fór þangað í fyrsta skipti 19 ára gamall 75 að þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og breytt skoðun á því og það allt saman og smá saman voru þessar hugmyndir mínar að mótast og þess vegna þegar ég fór í stjórnmálafræðina til þess að þá var það til þess að fá betri skilning á kínverska menning og hvað það væri sem allir þessum veldur þessum núningi við Vesturlönd og milli þessar menningar heima og hvernig Kína gat rétt sig svona hratt við eftir niðurlægingu eftir ópíumstríðið og heimsstyrjaldirnar og þeir að koma úr fangi nýlendustefnunnar og svo framvegis og þetta, ég ætlaði að gera þetta og svo fór ég náttúrulega í mjög hraðan kurs í stjórnmálafræði og ég sagði kennaranum mínum eða leiðbeinendanum Pam Wei sem hefur skrifað einhverja bækur á ensku mér sér og þá Kína, þá ætlaði ég að skrifa Kína og hann var alltaf að vísa mér eitthvað annað og ég fór að velta fyrir mér hversuna hann var alltaf að spyrja Norðurlöndin hversu skrifa ég Norðurlöndin og smásaðan þá fór ég að velta fyrir mér að kannski væri það rétt hjá hann að það væri eiginlega ekki þess megnugur að fara að skrifa kínverska sögu og kínversérkenni þegar það væri svona margir kínverskir stjórnmálafræðingar sem ekki var að gera það eða væri kannski með sínar skoðanir og ég náttúrulega hef ekki mikinn aðgang að frumheimildum ég les miklu hægar kínversku en vestrænt tungumál og svona þegar hann var búin að spyrja mér svona alloft það hversuna Norðurlöndi væri svona góð hversuna við værum með velferðarsamfélag hversuna við værum bara sósíalíski eðl okkar og svo framvegis og svar okkar þetta bara af því bara það á bara að vera svoleiðis okkur finnst að heimurinn eigi að vera svona og fólk eigi að vera gott og ekki ef einhver bæklaður að þá á hann að fá aðstoð við að lifa lífinu eins vel og hann getur og fólk við erum að hjálpa fólki sem í fátækt og á við erfiðleika stríða og svona en þeir bætti alltaf við voru þetta ekki blóðugir víkingar sem börðu fólki í höfuð og rændu af því gulli og silfri jú og þá fór ég að velta fyrir mig það nú kannski verðt að svara þessa spurningu og við vitum og ég vissi frá mannkynssögunni að víkingatímabilinu lauk 1066 og það frekar óverulegt og hafir eitthvað heilt tímabil sem líkur bara 1066 og ég hugsaði mér já býðu nú við og svo byrja krossferðnar og svo þær eru englendingar og meðlandabúar eru frakkarnir voru það nýðsu og ítalir kannski var það þannig og síðan það heimsvaldastefna beinu framhaldi kannski var það þannig að vondu víkingarnir að blóðugu víkingarna vonda fólki þeir grimmu þeir fóru til Englands við Englands og það settust þar breyttu eðli englendinga og eða til Fraklands til Normandi eða hvað það var og þá var fólki sem var eftir að það voru bara fiskimenn og bændur og ég fór að skoða þetta í sögun og þetta náttúrulega þeir fóru víðar, þeir fóru til Kænugars þeir fóru út alt þeir Rússland upp Rússar eru stoltir af bæði Rússar og Úkraínumenn ekki bara spurt fólk stoltir af því að sænskir víkingar hafi stofnað þeirra ríki en svo fór ég aðtöða og þetta bara bull vegna þess að
að norræni menn, það var bara Íslendingar sem fóru sko land þar sem voru engir frumbyggjar. Sko, víkinga ránsferðir víkinga og Grimmtún hélt áfram aldir eftir þetta. Og danska heimsvallarstefnu líður ekki lok fyrir á 19. öld. Og svona grænlendingar myndu nú vilja rétt upp hend núna. Já, sko, grænlendingar svolítið annað, sko. Þar var ekkert gull og var ekkert til að ræna, sko. Þannig að það nú svolítið eitthvað skonar, það alveg sérkafla að reyna að velta því fyrir sig hversan í ósköpunum Danir er að hanga þar vegna þess að þó að það sé einhverjar námur þarna, þá var það ekki nýtt eftir hálfa öld eða eitthvað, þannig að það er svo sérkafli sem getur rætt einhvern veginn seinna. En til dæmis síðasta krossferðin, að það eru danskir víkingar, það eru Danir á, ég held að segja 1400, annarkvort lok 14. aldar eða byrjun 15. líklega lok 14. aldar, það eru Danir sem eru að drepa fólk í baltnesku ríkjunum, í Íslandsríkjunum og er að reyna að kristna það, sko. Og það bara, því lýst í sögubókum sem þjóðarmorði. Það 200 árum eftir, 200-300 árum eftir að víkingatímabilinu lýkur. Og Danir voru voldugasta sjóveldið, þriðja voldugasta stórveldið eftir englendingum, bretum og spánverjum, hollendingum, og það var það fjórða svona cirka þar á eftir held ég. Og réðu yfir Eistarsaltið, fekk enginn þar að fara inn, sko, þess að Danir gæfu leyfi alveg þar til loka þá til upp á 19. aldar þegar að Bretar stálaðu flótanum. Sko, þannig að þetta passar ekki. Og Svíarnir voru náttúrulega í alls konar stríðum og voru svona dálítið megi landsstórveldi og bera töluvert ábyrgð á því hvernig Rússar og Úkraínumenn hegða sér, því að þeir voru þar. Þeir innrættu þetta í þá og svona. Þannig að býtu, hvers vegna eru það svona góð? Hvers vegna eru það þannig að einhverju með vinnufælni að þá finnst okkur alveg eðlilegt að hann sé bara þá veikur og getur ekki farið í vinnu og hann getur, sálfræðingur getur kannski gefa nú vottorð að hann fari einhver örorkubætur út af vinnufælni. Ég segi, þetta kannski ekki gott dæmi en svona það liggur við. Og þá fór ég aðtöða, sko, og komst að svona bráðabera niðurstöðu. En fyrst, það þannig að þetta sé algjörlega sérstakt við Skandinavíu og Norðurlöndin? Að fólk fá að leggjast í kör eða villa? Já, þetta ekki, við höldum að það sé sérstakt fyrir okkur, en það raunverulega Norður-Evrópa. Þannig að við tökum, og það merkir þetta nokkuð, það eru nánast víkingasvæðin, sko, þar sem þau fóru. Það þá inn á Frakkland og eitthvað er umverulega líka nýri í Ítalíu en svo náttúrulega klálega í Benelux-löndunum og merkilega nokk Þýskalandi. En það er mismunandi hvað þau ganga langt í þessu, en þetta er eitthvað annað. Þannig ég ákvað, og það sko, ég fór að líta og það bara sérstakur þáttur og það ekki sama ástæðan á öllum stöðum. Það auðvitað mótmælandatrúin kemur inn í þetta og englendingar hvernig þeir stólu danska flótanum og svo framvegis og Bismarck og þjóðverjarnir sem saminuðust friðsamlega. Þýska ríkið var til vegna þess að það var hagkvæmara að gera það. Svo, þannig að þetta er flókið efni. En má ég spyrja aðeins upphaflu hugdettuna þína að hinni herskáu víkingar hefðu farið niður eftir fljótonum og endað í Kænugarði og farið reynda síðan til Konstantínópel og svo fóru víkingarnir í norður Frakkland, í Normandí og þaðan aftur til Englands og þeir herjuðu á bresku eyjarnar og þeir fóru allarleið til Sikileyjar og þeir fóru til norður Ítali og þaðan til Spánar og þannig að þeir voru mjög svona liður í því að samræmast menningunni sem þeir komu inn í, taka upp tungumálinu og eitthvað fleira. Þannig að þeir eru áreifinur víðar og svo það krossferðirnar og þar getur séð orustur þar sem víkingar eru báðum megin, málaliðar í sikkurum hópnum að berjast hvorum og öðrum og stundum ákvæðir að saminast og það er alls konar sögur það. En það ekki frekar svona skrítin hugmynd að baráttu eðlið fari að heiman og eftir sitið þá inn í friðsömu, þannig að þá er þetta eins og að hugmyndunum svona drottnun og svona sé genetísk, þannig að við losnuðum við
er bara kolrangt, sko. Þetta er kolrangt. það er vegna þess að það sem var rétt í þessari hugmynd minni, það var að það virðist sem englendingar hafi breyst. Já. En víkingarnir héldu áfram og við verðum bara, það er annað kapli, sko. En allavega þá var það sem, sko, ég var náttúrulega orðin, þetta er mjög sterkum áhrifum orðið af afstöðu kynverja til eigin sögu, sko, að til að skilja Kína nútíma þá verður að fara aftur til sameininga Kína fyrir 2000 árum. Já, og þess vegna er þetta samtal okkar núna Vesturlönd raunverulega partur af umfjöllun okkar Kína. Já. Því að þarna fáum við að horfa á Vesturlönd með kínverskum augum þínum. Já, kínverskum augum. Ég veit ekki, allavega þá sé ég þetta núna beggja megin frá. Og ég fór að nálgast, sko, reyna til þess að skilja Kína og hvernig það er öðruvísi, þá þarftu líka að skilja vestræna menningu, okkar eigin menningu til þess að skilja hvernig við erum, hvernig við hegðum okkur. Og vestræna stjórnmálafræði, hún lýsir þessu yfirleitt bara í einhverjum einföldum myndum af einhverju sem gerst tiltölulega nýlega. Þegar ég sé nýlega, þá síðustu 100 árum eða síðustu 30 árum eða eitthvað svoleiðis, þegar að lýðræði í almennu kosningaréttur komst á, menn gleyma því hvað stuð síðan konu fengi að kjósa til dæmis. Sko að það er ekkert svoleiðis. Þú verður að skoða hlutina í lengra samhengi og vandamáli til þess við til dæmis sagnfræðinga, þeir eru kannski sérfræðingar í Rómaríki og áhrifum Rómaríkis sérstaklega. Svo eru menn sérfræðingar í víkingatímabilinu og þeir bara hætta að fjalla víkinga. Loka bókinni 1066. Já, bara hætta að tala það og það er ekkert, veruleikin er ekkert svoleiðis. Þetta er allt saman í samhengi og við erum líka undir áhrifum af enskum sagnfræðibókum sem bara viðurkenna ekki áhrif víkingana. Þetta er óþægilegu kapli sem Churchill talar þetta sem einhvern stutt tímabil í enskri sögu sem við blessunarlega eru komnir upp úr og einn anglósaxneska menning tók við sem er bara algjört bull vegna þess að víkingarnir voru náttúrulega búin að drepa þessu anglósaxnesku yfirstétt, sko, og ekki eins og þetta bara tvisvar. Og Írarnir eiga líka í vandræðum með þetta. Algjörlega, sko, það er rétt bara síðustu árum farnir að svona átta sig á því að norrænir menn höfðu áhrif á þróun Írlands. Já, og við sjálfur Íslendingar, við höfum alltaf haldið að við værum bara norskir víkingar og verið stoltir af því og hefur bara komið beint frá því að drepa fólk á aukstari Evrópu og hvað að setjast á Íslandi í eftirlauna árunum eða eitthvað. Og að við höfum sjálfur verið fundið í landi og samtist talað það þegar þau leiðsögumenn, ekki bara hrafnar sem flugu undan, heldur voruð með írska leiðsögumenn og finna og svona eitthvað sem höfðu komið hingað. Þannig að, og nú bara erum við búin að kvölda það að konunnar voru mestu lendi frá Bretlandseyjum, ekki endilega þrælar, en þeir koma frá Bretlandseyjum. Þannig að ég fór að sjá þetta í þessu samhengi og þá fór ég og ætlaði að taka efni og fókusinu var þessi, víkingarætur enskrar heimsvaldastefnum. En svo þurfti ég að koma því inn í formatið, sko, stjórnmálafræðina sem verður að fá einhverja formbreytingu eða struktúrbreytingu á samfélaginu, eitthvað nýtt sem kemur inn í og útskýri þessa breytingu sem er náttúrulega mjög mikil einföldun, álíka mikil einföldun eins og söguleg efnishyggja sem heldur þið fram að fyrst gerist ættbálkarsamfélagi eða sko, steinaldarsamfélagi, ættbálkarsamfélagið og svo eru lénssamfélag, síðan kemur kapitalismi og svo kemur sósíalismi, kommunismi. Þetta er náttúrulega bara mjög mikil einföldun og eiginlega hún er svo mikil einföldun, hún er bara einfaldlega röng. Þrælahald hélt alveg áfram inn í kapitalisman í bæði í Japan og og í Bandaríkjunum. En í sko þá til þess að láta það passa við sko stjórnmálafræði módelið að þá er heitið á ritgerðinni er hvernig litlir tiltölulega litlir hópar manna eða geta breytt sko heilu miklu stærri samfélögum. Víkingar, Normenn og krossverðir. Þetta er þemað.
megin, en sko ég stúderaði þetta svolítið líka út frá sögulegu sjónarmiði en svo skar ég mikið út úr þessu þegar ég endalegu ritgerðinni því að ég þurfti fyrir sjálfa mig, þá þurfti ég að velta það fyrir mér, voru englendingar til dæmis alltaf svona? Eða var þetta vegna þess að þeir Rómverjarnir gerðu svona? Nú var sko England var hérað í Rómaríki og þá kemur svona, hvers vegna í ósköpunum voru þeir að Rómverjarnir, hvað voru að flækjast upp til England sem stofna þar, eða við leitt til Norður-Evrópu sko, og stofna þar héröð og eftir að stúdera það mikið þá það þannig að ég komst að því að fyrsta lagi að sko eftir Rómverjarnir fóru frá Englandi að þá flippaði sko samfélagið alveg tilbaka til þessa og tungumálinn kom aftur og til þessa ég ekki beinlínis keltnest en bara til þessa ættbálkar sem voru þarna áður og þeir voru ekki mjög friðsamir, þeir voru það grimmir að tók Rómverjana 2 kynslóðir 70 ára að stofna sína nýlendu þarna og svo gáfust þeir upp á að taka skotana þannig að þeir, eða svo sagan segir að hafi gefist upp á því og hafi byggt þar Adrianvegginn í Norður-Englandi eða fyrir Norðan-England og til að loka skotana. En skýringin getur vel verið líka að þetta var ágætis uppspretta fyrir skylmingaþræla. Það er að segja að taka skota og fara með þá niður til Englands. Þannig að það var þið varst ekkert verra kannski að hafa einhverja barbara þarna fyrir nágrenninu. Ekki innlimað á því að þeir einni 2 kynslóðum lélegir skylmingaþrælar. Það kann að vera sko þá verður já, það gæti verið sko. Skemmtun af þeim. Já, kannski. Sko, en allavega, það var, en sko skotandi voru allt öðruvísi en englendingarnir og vilsbúarnir og þetta allt saman, sko. Og allt í einu opnast fyrir mér kafli, sko, hvernig sagan þegar þú fer að skoða þessu samhengi og hvernig eitthvað verið, og hvernig skotarnir hata englending enn þann dag í dag, hvernig Írarnir hata þá, að það allt saman tiltölulega sögulegu tímabili þá getur sagt þessi til dæla nýlegt en það eru nokkur 100 ár, nokkrar aldir sko sem alltaf með skotana þegar það voru einlega þá þarna í framhaldun af þegar að eftir 1600 og 1700 eða eitthvað 18. öld held ég og það eru 2 aldir rúmlega og þeir muna það alveg, þetta voru fjöldamorð á sínum tíma þegar þeir voru að gera þetta og þá kemst ég að því að það er sko alveg klár breyting sko þeir hafa aldrei verið friðsamir, þeir hafa alltaf barist, þeir hafa alltaf verið frá því að sögur hófust þá hafa verið þrælar og það er líklega held ég þar var rannsaka betur ástæðan fyrir því að Rómverjar sóttust eftir þessum héröðum í Norður-Evrópu og Englandi að þetta voru bara til rækta þræla þeir Rómaríki þurftu helja mikið af þrælum alltaf til að reka rómverska samfélagið og það er ekki eins og við á nútímanum við ætlum að nota róbota. En eða jarðefnaeldsneyti, þrælarnir voru jarðefnaeldsneyti Rómaríkis. Já, og vélar og allt sko, þeir eru engar vélar og svo var bara rómverska samfélagið þeir byggðu bara upp rómversk samfélag í á Englandi og það voru þrælar og það voru allar þessar stéttir, menntamenn og svona. Það tóku 200 árið þetta, 200-300 ár á 4. öld. Og svo þegar þeir fóru, þá flippaði það strax tilbaka. Þannig að það er þessi stóra spurning. Hvernig getur eitthvað... Þú meinar að þegar norrænimenn komu að þá flippaði ekki tilbaka heldur höfðu norrænimenn, líklega fáliðraðri hópur heldur Rómverjarnir voru, höfðu meiri áhrif á England heldur en Rómverjarnir. Nákvæmlega. Það er þetta og ég bara svo og svo hissa sko að ég komst að þessu en það sem Englandingar sko þessum íbúar Englands þeir höfðu aldrei farið út fyrir landsteinana í lengri herferðir þeir voru allstaðar innan England þeir voru mjög herskáir, börðust voru mjög börðu bara nágranna sinn börðu bara nágranna og söfnuðu liði og söfnuðu saman og gegn einrásum gegn sérstaklega Rómverjunum og ef einhver réðst á það. Þetta er eitt megin þema enskra sögu er þetta verja England fyrir árásum og ástæðan fyrir því að víkingatímabilinu lýkur árið eftir að normenn
eru búin að hertaka England 1066, að það er satt víkingaárás eða satt Vilhjálmur Sigurvegari eða bastarður sem við kallar hann að hann þriðju kynslóðar Dani sko eða norrænmaður. Normaður í Normandí. Já, þar sem þeir fengu lönd gegn því að hætta að herja suður og byggu til sitt eigi ríki, tóku franska tungu. Já. Þannig að þeir voru ekki tala norrænu þegar þeir fóru yfir. Nei, töluðu... Það er eitthvað við á að þeir eru svolítið snjallir í því að kannski það er lykillinn að því hafa áhrif á samfélagið sem hún kemur inn í að taka hluta menningunni. Já, það er nokkuð klárt sko. Það er nokkuð klárt hluta af því. Sem Rómverjum hefur ekki hvarflað að þeim að gera. Alls ekki sko. Það er allt önnur aðferð. En það sem þeir gerðu víkingarnir er að þar sem þeir settu stað að þá í þessi öllum löndum, það eru þessi sem þú nefndir, að þar aðlögust þeir að heimamönnunum og áhrifin er gífulega mikil í Frakklandi. Þá er náttúrulega seinni tíma franska, hún spruttun upp úr þessar mállýsku sem normenn töluðu og þeir eru mjög þognumalt, þeir eru svolítið svo danska, þeir eru svo drukknir að þeir ber ekki endingarnar almennilega fram sko. Maður geta nú veltið fyrir sér málfræðingarnir, málvísindamennirnir hvort að þetta telist vera. Þetta er svona þriðja bjórs framsögn. Já, þetta er bara eins og að fara á Nýhán í einhver tíma þá byrja menn að tala dönsku, þeir hafa lært norsku uppáflega. Má ég skjóta þinn einu, að því að leiður nefnir sko nafnið á ritgerðinni. Þá hugsaði maður auðvitað eru krossferðirnar bara framhald af víkingaferðunum. Því að svona efnaslega þá snerist ekki landi helga eða þú veist allar þessar söngva sem eru búin til og þessar rómatík sem eru búin til. Þetta hlýtur að hafa verið bara, þetta er bara nákvæmlega sama og víkingaferðirnar. Hefur ekki verið bent á þetta áður eða? Jú, en það er svo skrítið. Ég las í einhver bók víkingarna sem er skrifuð af ég man ekki nöfnin á þeim en þeir eru englendingar sem skrifuða og annar var forstöðumaður eða forstöðukona líklega British Museum sko, sem er náttúrulega stærsta, við tölum vikingasilfur og enskunni er Viking Hoard og þetta er stærsta Viking Hoard í heiminu, það er British Museum. Og svo las ég líka the history of civilization eða saga bara siðmenningar og Toynbee, Arnold Toynbee og sem er verulega vel skrifuð en hann gafst upp á því að reyna að rekja enska sögu línulega frá upphafinu. Hann segja að það er kannski auðveldar að taka frá aftur og bak, það er að segja eins og tré. Þú horfir á lögkrónuna sem er þá menningin í dag og svo fyrir aðtóa hvert tengðu ræturnar sínar eftir næringu í þessar lögkrónu. Það er bara vegna að það er ekki til neitt sem það er ekki til neinn ensk menning sem þið geta verið stoltir af. Þetta eru ræningjar og upprunnir í víkingaherförðum sko, það er til að fela sko víkingaupprunanum, þá er það bara smá svona rótasproti sem tegir sinni í Norðurlöndin en síðan er rót svona sverga sterk sem er inn í Rómaríki sem var horfið þegar að þessu tíma og til Indlands og Egyptalands og þessar nýlendur sem eru stoltir af eða voru stoltir af þessum tíma. En það er ekkert minnst á Kína eins og það er í uppruna enskrar siðmenningar sem fyrir enskum sakfræðingum er sko siðmenning heimsins. Og ég var veldur þessu fram og tilbaka eftir mér og fyrir mér og það er sko víkingarnir, það er náttúrulega alls ekki rétt að víkingar hafa ekki haft mikil áhrif á England. Þú sér það í tungumálunu. Orðið við hversdagsorðið eins og hamar og verkfæri og slíkt að það þau eru norræn og síðan er struktúrin, uppbyggingin á enskunni að hún breytist frá því að vera svipuð og þýska sko hún breytist, hún er með eins
struktúr eða syntax og norrænu tungumál. Hún sett, má segja að þetta er norrænt tungumál með gífurlega mikið af orðum úr fornensku og náttúrulega bara á latínu og það eitt styrkur hennar, hún getur stólið tungumál með hugtök frá allum heiminum. En má það vera að Englendingar vilja ekki sjá þennan skyldleika að þegar þú ferð til Skotlands að þá verður hann miklu augljósari. Þá verður bæði ef þú ferð út á skosku eyjarnar þá ertu næstu bara komin á norrænt svæði. Bara kennileiti eru meira og minna á norrænu máli og þú ert þarna með goðaveldin í klönunum og þú ert með svona almenning sem er hvernig nýta land og hugmyndum eignarrétt og alls konar sem er svo miklu norrænna en svo ferðu yfir til Englands að þá ertu komin í svona landeiganda land þar sem er allt öðruvísi svona samfélagslegu strúktúr og sömuneyti voru erjur þarna á milli þannig að það má vera að Englendingarnir hafi ekki viljað sjá þetta vegna þess að þetta er einkenni andstæðingsins. Það getur vel verið og þetta er eitthvað sem rannsaka betur en með Hjaltlandseyjar og þessar skosku eyjar að það eru sauðalítarnir eru eða þá notaður golfsótt og þetta það er viðvalla mórauð og svona sett til þess, og það hjálpaði mig samt stjórnmálafræðin við það að reyna að fókusera á hvað það væri svona sem var sérstakt við vikingana og það hjálpaði mér að áhrif okkar eru miklu meiri en að hafa gert englendinga árásargerða og það er að hlutafélagaformið það er upprunnið í vikingarsamfélaginu skiptalutur já, skiptalut og árásarnir vikingárásarnir að þá voru menn upp á hlut og það er og rætunar af því eru væntanlega þegar þeir voru að fóru að fiska út á norðaustur fóru út að róa að þá voru menn þar upp á hlut og þetta er alveg fram til dagsins dag þá eru að lifa af þessu. Þannig ef við hefum farið í vikingaferð og þú leggur til skipið þá er það litið á það sem fjárfestingu þannig að skipið er á hlut en svo kem ég og ég á ekki neitt ekki bótur í borun á mér þannig ég er þarna bara í áhöfninni þannig ég fæ hlut og framlag mitt er mín vinna. Já, það er svoleiðis og það eru hlutur í venjulega í vikingarskipunum það var stundum að þau lögðu til peninga til að byggja þau fleiri neitt og svo voru einhverjir sem ekki gjótu neitt haft. Það voru skipstjórnum það voru hvað 20-30% og svo gæti einhver verið eigandi annars staðar, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það hefur verið nefnt en það síðan eru þarna karlar sem eru róðrar og síðan eru þeir sem tóku bara þátt í að róa og þeir fengu ákveðin hlut og þess að skipta, þess að voru að tala um brotasilfur og það er númer 2 það er 1 að það er hlutafélagaformið og númer 2 að það er það að breyta öllu lausafé að þeir þá kemur brotasilfur til því að vikingarnir voru svo menningarsnauðir segja ensku hagfræðingarnir að þeir tóku skartgripina úr klaustrunum og sundruða niður og til að geta borgaði hlut. Já, þetta borgaði hlut samkvæmt vikt. En það er ekki svona einfalt því að það var hefð fyrir því að meta jarðir til dæmis til hvað maður kúgildi í einni jörð. Eins og við þekkjum bara úr okkar sögu. Já, það er bara hjá okkur og síðan hvar maður ekki ærgildi í kunni og síðan hvar maður ekki fiskar í ánni þannig að og síðan er það með þetta peninga þannig að þetta kerfi opnar síðan fyrir það sem síðar kom í krossfærðunum að þá voru... En þetta sér norrænt að horfa á ána og telja eina fiskana og meta sláttuna og... Ég held að þetta sé svoleiðis. Það er ég hef ekki fundið annars staðar en allavega þó að eitthvað hafi verið til annars staðar að þá er það þarna í gegnum þennan farveg sem það fær alþjóðlega útbreiðslu þannig að það kann að verið sjálfsagt kannski mongólarnir voru mjög svipaða síði sjálfsagt og það er þriðja elementi það er að kaupa menn fyrir gjafir það er að segja þú keyptir vináttu þú kannst
vinátta og hvað var mikil, hún fór eftir því hvað þú hafði mikið fram að leggja sko. Það er bara verðmið af allt. Og þú gast, ef þú fórst í krossferðirnar að þá voru fátækir, það getur verið erft jörð, þeir áttu jörð, áttu land og þeir gáttu veðsett hana. Og það var vegna þess að það voru aðföð til að reikna það. Og þá fækkuðu lán sem var á okkurvöxtum og þar koma gyðingarnir í þetta líka því að það er í krossferðunum að þeir hérna á síðan þá gastu keyptir sko menn og þú gast farið með lítinn her og vopn og hesta og svo framvegis þannig að þannig urðu fengið til sko fé fyrir safnað fé á orustur og það sem sérstakt við sko munur í kínversku sögu til þess þá ertu með félög, þú ert með einhverja sem að framleiða vefnað eða silki eða skó úr skinni og járna og jársmiðjur og þú ert með þetta allt saman. En þetta eru fjölskyldufyrirtæki, skildmenna og þau eru bundin við yfirleitt staði, þorp þar sem þú ert að gera þetta og það er fyrir þeirna áður en þetta kemur til. Ég las töluvert ekki af efni líka frá sko núna eru menn að það er ekki bara Íslendingar sem hafa uppgötvað núna eigin uppruna, það eru genetískar rannsóknir á uppruna allra helstu þjóðar sko, og miklar sko ítalegar upplýsingar þess að við vitum það að norrænir menn settust að og eru fyrst og fremst í Mið-Englandi, við höfðum sögulegar heimildir það og það er staðfest með fornleifa rannsóknum og svo kemur genetískum rannsóknum og kemur í ljós að þeir runnu inn í íbúana í staðan fyrir að drepa þá eins og englendingar hafði alltaf haldið fram fyrst sko þeir héldu fyrst að komu vikingarnir og þeir drápu alla og svo kom náttúrulega anglósarsinn tilbaka og drápu þá tilbaka og svo þannig var það ekki, þeir runnu saman og það er með sko en í vikingarskipunum getur séð að það er ekki með heldur kannski að upphafi og það eru sögur svo að menna hvers vegna fara norræni menn að drepa fólk allt í hennu. Þetta eru sjómenn uppalega og þú dauðþreyttur eftir að hafa róið í 50 kilometra og 100 eitthvað svo allt í hennu breytist áttin og þú þarft að flýta þér heim sko. Þess vegna eru þetta áraskip. Þú ert að fara þannig að þú kæmist heim í Skerðagarðin út á Lófótinn eða þarna ekstar í Suður Noregi og Suður Noregi og það er uppruna, þetta rekja uppruna vikingarskipana. Það er ekki eins og einhver hafi sest, við skulum nú er það fyrir að smíða skip þar sem eru fljótir inn og fljótir að flýja og þau verða að vera með kýli, þau verða og kjölurinn, það er vikingandi fundu það kjölinn og þau verða að vera meðfærileg þannig að það farið milli skerja og þau geta ekki verið seglskip nefnum bara sem hjálparskip þú verður hjálparseglu eins og þú verður að sigla á móti vindi eða breytum og þú verður að komast heim og það er þetta rekja það í fornleifum að þetta eru svona 200-300 ára tímabil sem vikingarskipin verða til en þeir sem hafa lesið þær rannsóknir þeir átta sig ekki á tengingunni sko að svo gerist það eitthvað í samfélaginu sem gerir það verkum að þeir allt innu fara í viking sko og þá er sagt að það var kannski fullt af ungu fólki sem komst ekki en vildi vera ævintýra sjúkt eða eitthvað sko en það er bara galin hugmynd í rauninni að segja að það sé bara skýringin vegna þess að þetta er svo dýr það er svo dýrt að gera þetta er svo flugvélar og nútíma mælikvarðar sko vinna sem fer í þetta og tíminn og þekkingin og þetta En að fyrir kenninginu með þetta séu annar og þriðji og fjórði sonur sem að fara í þetta vegna þess að fyrsti sonurinn hann er yfir jörðina og það séu ekki pláss fyrir fleiri og þess vegna fara þær í viking. Já, menn á hvernig í ósköpunum gátu þið keyptir skip þá? Þannig það passar ekki sko. Þessi pabbi borgaði undir þá til að rosta það? Já, það er bara íslenskt hugtak sko, heyrði eitthvað þáttinn hjá þér það sem var verið að tala stéttaskiptingu á Íslandi og virtist vera hvort þú ætti ríka foreldrar eða ekki sko. En það er byltingamynd já, en það er þannig að þeir sem það er að rekja að allavega þeir fóru að róa og skipin voru orðin til og nokkuð góð og síðan er þetta að sjá hvernig það mynduðust viðskiptaleiðir frá alveg frá Svartahafi yfir til Skandinavíu yfir til Noregs
og þaðan áfram til Frakklands og þá væntanlega með viðkomu í Englandi sem ekki eins ljóst því að það ekki eins miklar hortnimunjar þar frá þessum tíma en þeir sem fóru til Frakklands á svona 100-200 árum áður en víkingaherferðnar byrja þannig að þetta var til þannig að þeir voru nota skipin til sem kaupskip líka, þeir voru sjómenn og kaupmenn og síðan segir Ari Fróði okkur frá því að það hafi komið bardagamenn, hafi komið æsir frá Asíu og það þá væntanlega þá svartafið. Ég held að sú saga sé bara rétt að það komi menn svona bardagamenn sem slóðust í förm með rússunum, með svíunum, sænsku víkingunum og fóru síðan yfir fjallgarðinn, hittu þar sjómennina í Noregi, dansku sjómennina í Noregi og fóru með þeim til Evrópu og hvað voru þeir að versla sko þegar þeir fóru, það var náttúrulega það hornminjarnar í Frakklandi sína að þeir komu með varning sem rættaður frá Miðausturlöndum eða sem hún alltaf kallað það á þeim tíma en það kringum Svartahafið og það eru einhverjar gripir þaðan, einhver endi frá silkileiðinni kýmversku sem kemur allavega til Frakklands sjóleiðina. Og eiginlega norðurleiðina. Já, norðurleiðina. Gegnum fljótin. Norðurleiðina og síðan yfir sjóleiðina og síðan er tilbaka, það voru þrælar auðvitað. Þetta voru þrælar. Og það eru auðvitað frásagnur, við vita alveg hvað þau voru að gera með hversina fóru til Kív með fólk, með þræla til að selja. En svo eitt af því sem ég skildi ekki þegar að vera að tala upp af víkingaferðinu, hversina voru þeir að koma og ræna sama klaustrið aftur og aftur með kannski 20-30 ára fresti. Er svona mikið gull á Englandi? Englendingar vilja kannski halda það, en það er ekki mikla gullnámar á Englandi og sáralítið silfur. Það er enga gullnámar náttúrulega, en sáralítið silfur. En og ekki voru þeir að fallast eftir syngi eða hvað annars þeir höfðu þannig, bara alls ekki, þrælar. Sama ástæð og Rómverjar höfðu sérstandað því að þegar normenn leggja undir sig England þá er 20% af þjóðinni 10-20% af englendingum voru það þrælar og ef þú ert í þrælaviðskiptum þá er þetta best að taka þræla sko sem hafa verið aldur upp sem þrælar það er mest verðmæti í þeim og þá voru í Bristol og svo var náttúrulega Dublin og náttúrulega mikil þræla útflutningsmiðstöðar og þangað fóru væntanlega þá norsku en það vantar heimildur þetta það er bara eins og ég sé þetta fyrir mér, ímynda mér hvernig það væri að vera á þessum tíma að hvað voru þeir að gera þeir höfðu þetta keypt þetta þræla á þessum mörkum og síðan gáttu fengið góðan hagnað af því og það eru rússarnir sem það eru svíjarnir sem áframselja það sko inn síðan þannig að þetta var svona verkaskipting normenn og danir þeir voru að ná í þrælan já, en svo koma þessir sko hermenn frá slást í hópum og fara með þurfa ekki að hafa verið margir, bara örfáir að þeir sjá tækifærið rómverska keisaraveldið í upplausn Karla Magnús er þarna komin víkingaherferðin að byrja á tíma hans og hann er ekki við sjávarströndina þannig að þeir passa sig að fara ekkert inn á svæðin sem Karla Magnús var og það er auðvitað ódýrar að ræna þrælum frekar en að kaupa á þannig að þá kemur við að hlaupa inn í klaustrin lemja eitthvað munk í hausinn og öskra og með bara, það voru ekki góð sverð á þessum tímum, bara eitthvað barefli og taka þrælana sem náttúrulega bara saði og síðan selja þannig byrjar þetta og það hefur verið þrælar í klaustrum það var náttúrulega þrælar í klaustrunum þetta er ekki klaustrin þetta var svo hugmynd að það var eitthvað sko, í biblíunni talað um þræla Þannig þið voru ekki að neppa fólk í þrældóm heldur voru þeir að stela þrælum af öðrum þrælahöldrum Já og síðan náttúrulega síðan kemur sko Vilhjálmur Sigurveri og hann bannar útflutning á þrælum og þá var hann svona kristinn en það var ekki þannig, hann var ekki á móti þrælahaldi en þann leysir úr haldi fólk sem hafi verið tekið sem hafi tekið í bardaga frá Wales og bara leysir á haldi og segir að þið megi ekki taka sko herfanga og breyta þau þræla og mig grunar
hef ekkert fyrir mér annað en bara þá tilfinningu að sko svara því hvernig gat Vilhjálmur, hvernig gat Norðmennir verið svona fljótir að leggja undir sig England. Auðvitað höfðu þeir njósnara, auðvitað höfðu þeir leiðsögumenn, þræla sem þau keypt. Og það ekki, ef þú ert í þessum business að þá ertu ekki með, getur ekki treyst þræl sem þú höfður keypt af einhverjum öðrum fyrir búinu. Hann auðvitað, ef óvinnurðinn kaupir þá nota hann það gegn þér. Þannig að þá var englendingar, þeir bönnuðu ekki þræla, þeir bönnuðu þræla útflutning. Það er mjög mikilvægt. Og síðan er svona, sko, þetta er það sem ég var að stúdera og ég kafaði mjög djúpt úr nefnið og það sem kom í ljós með genetískum rannsóknum á víkingum sem hefðu farist með skipum sínum er að þeir eru ekki frá sama þorpi. Það eru Finnar, það eru Íslendingar og bara fólk einhvers staðar á öðrum síst og bast. Það eru menn sem hafa tekið þátt í þessu hlutafélagi. Nákvæmlega. Og það er einkennið, það er styrkleiki kapitalismans í dag. Það er hans framlag til nútíma siðmenningar, menn tala alltaf um að kapitalismin sé framlag kapitalismans til siðmenningar, það er ekki rétt. En mann geta stunda business með óskildum. Já, með því og lausafé, sem er líka kemur inn í þessa menningu frá vikingunum og síðan náttúrulega kaupamenn að vinátta, hún er notuð til að vingastu fólk og það er meira að segja gerstundum með í hérna bara rétt, þú veist, ef þú er orðið fyrir einhver þá er það metið til peninga, sko, það er meira að segja nauðganir, þær eru metnað til peninga og eins og getur keypti frían á nauðgun með því að borga eitthvað, sko, það er okkar menning, er peningamenning og það kemur frá þessu tímabili og þetta þrennt er það kannski sem var skipti mál á þessum tíma en ofbeldið að það er eldra, sko, það er auðvitað allir þessir fjallaþjóðflokkar og hirðingjaþjóðflokkar og hérna mongólarnir og þessi þeir sér til að ná valdi á einhverju svæði þá virkar að sína yfirgengilegt ofbeldi. Fólk verður svo hrætt að það felur sig og þetta er aðferð sem verður notuð sérstaklega í Evrópu. Trump er hótað þessu núna, ýmis tilefni og það er leysa og læðingi slíkt ofbeldi að enginn hafi séð annað áður, þannig hann er bara tannin í þetta. Ef við veltum fyrir hvað er styrkleiki Bandaríkjanna í dag og þá það er bara tvennt. Það er annars vegar hver er styrkleikin, það er sami og veikleikin. Það er annars vegar er það hérna færlega seti ofbeldi, beinu ofbeldi, hernaði eða hótun ofbeldi og hóta því að beita ofbeldi til að ná markmiðið þínu. Og það er auðvitað tekur þarf ekki að fara mjög langt aftur í sögun til að sjá að þetta er sérstakt enginu fyrir tilvist Bandaríkjanna því að Bandaríkin urðu til og rætur stolt Bandaríkjamanna eru að þær sigruðust á tveimur öflugustu herveldum síns tíma, Frakklandi og Englandi þegar Bandaríkin voru stofnuð. Þeir voru oldvasta herveldi heims á þessum tíma og síðan er hlutabréfamarkaðinum að það gerir það verkum að auðmenn alls staðar í heiminum þeir fjárfesta í þetta eru alþjóðlegir hlutabréfamarkaðir Nasdaq og Dow Jones, sko, það er þangað fara menn og fjárfesta. Þetta eru tækin sem að víkingar breiða út og svo varst að tala á þann að eiginlega, ég veit ekki hvað þess að kalla rannsóknarspurningin var eiginlega hvort að svona fámennur hópur getur haft mikil áhrif á menningu og þá hugsa maður já, þeir höfðu þessi áhrif á England og það koma krossferðirnar koma upp úr vikingatímanum. Austur-Indíafélagið er náttúrulega bara ein risastór krossferð, maður pælir í því ef þú horfir á krossferðirnar sem svona hluta sem allir hafi verið á hlut og tilgangur verið að sækja
það rekið með sama hætti sem að nýlenduvæðing Indlands gerði í gegnum hlutafélag. Já, algjörlega. Og fleiri. Og svo að þú búin að segja að Svíarnir fóru þarna til Kænugars og það kveiknar í ríki bæði Úkraínumanna og Rússa náttúrulega sérstaklega. Rússarnir eru heimsvalda sinnaðir, eru árásargjarnt ríki. Englendingarnir voru það náttúrulega heimurinn fekk að kenna fyrir því og það hafði síðan áhrif í Bandaríkjunum og að því að við vorum að tala í upphafi að þú að horfa á Vesturlönd með kínverskum auguðínum að þú hefur verið að halda þig fram í fyrri samtölum að það væri bara eitthvað innbyggt inn í kínverska menningu sem að gerði þá ekki árásargjarna. Að þeir væru að verja svona sitt svæði, þeir vildu frekar hafa góð samskipti við önnur ríki og annað slíkt og þess vegna ættu við að meta stöðu Kína í heiminum út frá svona djúpri menningarlegu rótum. En þá ertu þá líklega að segja það sama, við höfum að horfa á engilsaksana, Rússana, að horfa með djúpum menningarlegu rótum og þetta eru bara árásargjarnt lið, þetta lið sem aldrei til friðs. Eru kannski búnar að tala samtal búið? Nei, þetta er ágætið súmering en nema hvað að Rússarnir eru ekki bara skapaði Rússar og Úkraínumenn sem þeirra menning á sér rætur í vikingamenningunni en það sama tíma þá það líka rætur í mongólsku menningunni. Það eru líka óbóðslega árásargjarnar þjóðir sem mongólarnir lögðu undir sig stærsta heimsveldi heims sögulega á landsvæði mongólska heimsveldið. Það lagði undir sem hluti á Evrópu og Asíu og allt þar á milli og komu á friði fyrir viðskipti þar á milli en þetta gerður með þeirra aðferð að Djengis Khan og hans menn að þeir réðust inn í fóru svo hratt yfir voru með á hestum að þeir stoppuðu ekki í þorpunum þannig að þegar þeir komin í þorpuna þá var enginn sem vissi að þeir var að koma það var ekki nein netsamband á þessum tíma og það var náttúrulega einhverjir gamli menn eða bara eitthvað fólk að ganga eftir þessum stígum í miðju þorpi eða götu eða borg eða hvað og þau bara drápu fyrsta maður sem þeir sá og riðu áfram og skildu síðan eftir nokkra til þess að íbúðandi voru bara skjálfandi og svo heldur þeir bara áfram og lögðu undir sig bara heiminn en þetta hélt ekki með tvær kynslóðir og þá var það búið. Það sem við Kína náttúrulega hefur haldið miklu lengur og líka á Vesturlöndum okkar menning hefur haldið miklu lengur. En munurinn á Rómaríki, mongólska veldinu og Þýskaland til dæmis, að þetta eru meginlands stórveldi og af þeim eru líklega eru Þjóðverjarnir friðsamastir. Það eina svona nýlega dæmi sem við höfum það að ríki hafi verið stofnað upp úr ættbálkum vegna þess að það var hagkvæmara að gera það. Þess að ekki að berjast, það var ekki orustu. Vilhjálmur, konungur Vilhjálmur, það var annar og Bismarck, þeir sem fóru og það var bara, það voru hvert ríki, borgríki þarna, ýmisríki, sum stór og önnur bara eitthvað borgir. Við vatnar og með kastölum og svo framvegis og borgarmúrum og svo var tollur á hver einasta hliði og þetta var ansi kostnaðsamt og það hamlaði þróun og þess vegna stofnuðu þeir ákveður að stofna ríki og þetta ekki, þetta alveg þverugt sem lærum í söguna, þetta séu grimmasta ríkið í Þýskaland þessi bara grimmast bara kolrátt. Það orðaði einhvern veginn þannig að ég veit ekki hvað þú þekki söguna en snemma á síðustu öld að það ákvað Þýskaland að fara í stríð og valdi sér sem andstæðing heiminn og maður myndir halda það að þetta hefði verið fljótlegt fyrir heiminn að afgreiða en það bara munaði litlu skilja séður svo nokkrum árum seinna að þá ákvað Þýskaland aftur að fara í stríð og völdu sem anstæðing heiminn og aftur munaði bara litlu. Já, þetta þessi, ég veit ekki, ég svolítið erfitt með þetta núna, ég náttúrulega las þessar sögubækur og það þessi sögurskóðun alveg galið, fyrsta heimsstyrjöldin og ég bara vitna aftur í Winston Churchill að það er Napóleonstríð og Napóleon
þannig í lok 18. aldar aldamótin, að hann lagði undir sig mjög hratt Evrópu og var að saman Evrópu og hann mætti ekki mikil í andstöðu þegar öfugt við það sem flesti myndi halda þegar hann komin í Þýskaland, heldur bara fór hann bara yfir og það kannski framhald af því sem Þjóðverjarnir ákveða að saminast kröfusamlega, en þeir fór hann yfir og inn í Pólland og ekki mikil andstæða heldur áfram, og það fyrst í Rússlandi þar sem sem hann hittir kannski arfleiðina Mongólunum, að þar snúið upp á hann. Englendingar, þeir voru allan tíman, þetta var bara allan tíman á milli englendinga og meginlandsins, og því að í ensku sögu sko, þá vitni bara, ég las hérna bókin eftir Nóbelsverðlaunahafan Winston Churchill sem var Nóbelsverðlaunahafi í bókmenntum, því að það var ekki hægt að gefa honum friðarverðlaun eftir heimsstyrjöldinnar, en einhver hefur ábyggilega dottið við það og hann svo Trump verið móðgæður við því. Og ekki fyrir hans í hernum áður en hann fór í stjórnmálin. En hann gefur þessa bók upp sem The History of the English Speaking People og í 4 bindum, og var náttúrulega að skrifa með aðstoð ritara, og svo lá hann sjálfur í hérna baðkarinu. Sko, ég veit ekki hvort að það er alveg satt, en það er frá Boris Johnson sem skrifaði ævisögu Winston Churchills eða bókum Winston Churchill, og segir frá því að þegar hann var að lesa fyrir þessa bók lá hann í hérna baðkarinu og þeir komið þarna rítar voru 2 kvöld sko, og hann satt þarna hálfslompaður og var að segja þeim hvað það ætti að setja og hvað það ætti að finna heimildirnar, og síðan það voru fyrir utan dyrnar náttúrulega, það er ekkert annað í þessu, en hann skrifaði þessa sögu, og Hinrik VIII, hann gerði síðustu tilraunina til þess að stofna enskt heimsveldi á meginland Evrópu, ríki þar, og gafst upp, var vel tekið í upphafi, gekk vel í upphafi, nota bene með hérna svissneskum hérna leiguliðum, hérna segi ég atvinnuhermönnum eða hérna leiguhermönnum, málaliðum, og hérna, en svo þegar átti að fara að halda áfram sko, þá var kostnaður svo mikið að hann bara gafst upp á þessu, og eftir það, og það er þó með Elisabetu fyrstu, að þá hérna snéru englendingar loksis athyglinni sem það gáfustur upp á þessari vollausu hérna áráttu með hérna meginland Evrópu sko. Winston Churchill fannst þetta var algjör tímasóun að vera eða tímanum í að vera berjast þar, og snéru sér að heiminum og hérna, og eftir það þá markaðist utanríkisstefna englendinga af því að komi veg fyrir sameiningu Evrópu, og þessi 3 stríð sem hérna þú myndist á, hérna það eru, og raunverulega það bara 2 stríð, það er Napóleónsstríð annars vegar, það er Frakkar reyna að gera þetta, og síðan þýska stríði sem er í 2 köflum, að það snýst það að hérna einhver þjóð á meginlandi Evrópu er að reyna, eitthvað ríki er að reyna saman Evrópu, og það gekk tiltölulega vel, en englendingar komu í veg fyrir það, og bæði og fyrra, og það er líka Winston Churchill, hann sagði að hann hefði nú verið á móti því hvað Þjóðverjum var refsað grimmilega fyrir heimsstyrjöldina, það átti að vera stríðir sem að batt enda á allar styrjaldir, og hvernig með því að refsa þeim svo grimmilega að tekið af þeim hérna Kólahérðun og stór hluti af Pólandi og eða sett af Þýskalandi sem var náð inn í þessum er núna Póland, og það var svo þrengt á þeim að þeir þurftu Lebensraum, þurftu olnbogarými, og þá kom náttúrulega, og hann bara auðvitað annað stríð, og Winston Churchill hafði varað við því, og það er það sem gerist og ræðst á einhverja, þá ertu ekki að bæla þinn rófbeldi, þú ert að ýta undir rófbeldi, og hann skildi það alveg, Winston. Þannig að þetta er upphafað á nútímanum. Það var og niðurstöðan úr þessu 2 styrjöldum, það var náttúrulega sko sigur Sovétríkjanna. Sovétríkjur urðu til í fyrri heimsstyrjöldinni,
og var sjálf halva bandalagið. Evrópu í seinni. Já, og það var bara sigur réttlætis og ég veit ekki hvað sko. Og svo þegar að og raunin ef við hugsaum það núna í sögulegu samhengi þá er þetta þessi friður í Evrópu, hann byggður á ógnarvaldið og hótunum gereyðingu. Þá gátu þeir unnið saman og þá var friður. Og þeir sem drottnuðu yfir heiminum voru risaveldin 2. Það var annars vegar England og Bretland var búið, það var Bandaríkin og Sovétríkin. Og þeim kom mjög vel saman sem Trump að minna fólk á núna. Að þó hann ekki tala mikið söguna en hann horfir til Sovétríkjanna eftir fyrirmynd og og þá þorði enginn Bandaríkin þau héldu öllu Vestur-Evrópu í heljargreipum og tryggði það að þau voru ekki einu sinni með eigin heri eða neitt svoleiðis, það ekki til ógna þeim því að það var bandarískur setulið í öllu þessum ríkjum og var sér bandalagið að Sovétmenn þeir stjórnuðu afgangunum, helmingunum af heiminum og þetta það tímabili sem brotnaði niður og það gerðist bara í fyrradag, þannig lagað í lok seinustu aldar og síðan hafa Bandaríkin reynt og þess vegna segi ég að það styrkleiki valdið, hervaldið sem stofnaði Bandaríkin, það styrkleiki þeirra en veikleiki þeirra sem að fella þau að það þessi árátta við að leysa vandamál innan gæsalappa með ofbeldi og þeir hafi gert það hefur verið stöðugar styrjaldir frá falli Sovétríkjanna frá því að kalda styrjan líkur sem Bandaríkjaman hafi alltaf verið í stöðu í stríðum og ráðist á hvert ríkið og hvað öðru og eftir því sem eftir Víetnamstríð þá að passa sig á því að vera ekki að senda mikið hermönnum, þetta meira og minna bara loftárásir og síðan sérsveitir sem eru sendar í skyndiárásir og þetta hefur þetta er ekki leyst eitt einasta vandamál, hvergi stríð leysa ekki vandamál. Bandaríkin hafa ekkert stríð unnið. Nei, og síðan eru þessi er það hlutabréfamarkaðurinn sem er veikleikinn og það náttúrulega kom fram í hruninu þriðja áratugnum að fyrstu heimskreppunni að þá mynduðust afleiður fyrirtæki sem voru stofnuð orðróm og bólur og slíkt og það skapast mikla bólur og þá hrundi, alveg þá hrundi sko. Þetta veikleiki sem er búið að leiðrétta verulegu leyti en við sáum hvað myndaðist aftur í fjármálakreppunni þegar þá var myndar afleiður tókst mikið á skuldum, settir það saman og seldi skuldina og grættir á því og það er veikleiki og þessi veikleiki er að koma núna aftur og ég tóti hissa á því að menn skuli ekki átta sig á því að hvað Trump hefur gert, menn skilja það jú einhvern veginn þannig lagað að hann keypti sér velvilja ofurríka fólksins 1-2% af bandaríkjamönnum og fólki sem ekki nauðsynlega eru bandaríkjamenn hafa bara grætt á hlutabréfamarkaðnum með því að skattleggja ekki þeir eru hann frelsar það undan þeirri kvöð að fjármagna innviða uppbyggingu í Bandaríkjunum. Að fjármagna ríkið í Bandaríkjunum, fjármagna menntunin í Bandaríkjunum vegna þess að þeir fá að halda hagnaðinum. Kaupir sér vinskap þeirra. Já, og þá kemur þetta, já, þann kaupir sér vinskap þeirra en svo má snúið svo við, er það ekki þá þessu ofurríku menn sem keyptu sér vinskap hans? Það er play and be played, það er alltaf... Já, það er þannig. Þetta er bara gammalt vikingaprinsip, sko, að þú kaupir þið vináttu, þú kaupir hana, þú færð hann ekki fyrir einhverja tilfinningar, þetta er bara keypt og það er það sem er þetta er svarið við því hvernig getur hlutabréfamarkaðurinn í Bandaríkjunum verið að hækka svona. Það er vegna að þetta er ekki hlutabréfamarkaðurinn í Bandaríkjunum, hann er alþjóðlegur og þegar svona mikið fjármagn fólk sleppt undan skattheimtu þessu ofurríka fólki þá myndast mikið umfram fjármagn til að nota til annara hluta til og þá
hérna áróður segir að með því, og ég hef heyrt einhvern hagfræðing líka hér við þetta borð, lýsa því að þá myndast að þá þarf að greiða fyrir markmið tollana sé að fjármagna þá innviða uppbyggingu og rekstur ríkisins. En það er ekki svona einfalt, sko, vegna þess að þegar ef þú átt ofboðslega mikið af peningum og allt í einu og þetta færð mikið ofurgróða vegna skattaívilnana, þá fjármagnaru, þú ert ekki að hugsa eitthvað Bandaríkin, eitthvað, þú ert innfluttur auðmaður kannski í Bandaríkin, keyptir hugsanlega ríkisborgarrétt fyrir nokkur $100,000 eða einhverja fjárfestingar, og þú fjárfestir út í skynsamlegum fyrirtækjum þar sem er góður innviður, þar sem fyrirtækið er sem ríkið er vel starfandi og það er ekki Bandaríkin, því að Bandaríkin er ekki að fjárfesta í eigin innviðum. Trump heldur því fram að hann sé að laða aftur fjárfestingu til Bandaríkjanna. Alveg galið, sko, því að beina afleiðingin er svo að með því að gera það auðveldara að þú gerir ekki svo mikið kröfu til arðsemi framleiðslu, með því að þegar þú útflytja þá ertu í útflutningi, að þá ertu varinn af skattamúrum, tollamúrum, og þess vegna þarftu ekki að ná eins mikið hagkvæmni, þannig að þú þarft ekki að vera með eins mikla sjálfvirkni, eins mikið að róbótum eða þessum vélmönnum í framleiðslunni eins og samkeppninni. Það er svona kenning kannski svona klassískar hagfræði liðina áratuga sem orðar þetta svona. Já, hún orðar þetta svona. Og þetta gerist. Þorvaldur Gylfason hefur orðað þetta með þessum hætti. Nákvæmlega. Það er eitt sem ég heyrði hérna daginn að hann fer og gerir samning, segjum bara við Bangladesh. Það nú ætla ég að hækka tollana en þeir borgið 36% tolla og þeir skrifa undir það. Og hann telur að þar með komið inn peningar þegar tollan eru greiddir og það séu framleiðendur í Bangladesh sem að borgi það til þess að við getum byggt upp inn við hérna í Bandaríkjunum. En það sem að gerist er að menn skrifa undir þetta og þeir kannski fluttu inn 100 til Bandaríkjanna en það er orðið óhagkvæmur að flytja svona mikið inn til Bandaríkjanna út á tollunum og þá finna þessir aðra markaði og viðskipti fara bara eitthvað annað. Þannig að eftir kannski 1, 2, 3, 4 ár er kannski innflutningurinn bara komin niður í 50 vegna þess að það er fyrir framleiðandann í Bangladesh. Þá er Bandaríkjamarkaður orðinn óhagkvæmur af því að ég fer þá að leita, get ég selt þetta í Kína eða get ég selt þetta í Indónesíu eða kannski ætti ég að tékka á því að selja þetta í Ástralíu eða Japan eða það er það sem er hægt við þetta gerist, sko. Já, það er, ég náttúrulega fletti því líka upp að Bandaríkin eru ekki byggð á framleiðsluna, það er rétt 10% iðnaður í Bandaríkjunum, framleiðsla. Þetta er yfirgnæfandi, þetta fjármálamarkaður, þjónusta og síðan er spurningin fasteignamarkaðurinn er einhver prósent. Þessu vill hann náttúrulega breyta, sko, hann vill ná framleiðslu aftur inn í landið. Það bara gerist ekki, sko, vegna þess að það er reyndar þannig að það eru ákveðnar framleiðslugreinar til þessum matvælum, vinnsla á matvælum og eitthvað fyrir nærmarkaði sem getur verið skynsamlegt bak við tollamúra. Það er þá lokal, en það verður ekki flutt út, sko, það verður engin útflutningur. Það skapa bara ákveðin störf innanlands og fjárfesting í innviðum fyrir bara nærmarkaði fyrir í nágrenninu ekkert og tregða til að fjárfesti í menntun. Þetta er allt þætti sem öll hagkerfi í heimi í dag eru blöndu hagkerfi. Það er ekki þetta marxíska, sósíalíska hagkerfi þar sem ríki gerir allt það virkað illa og það er engin í því núna, sko. Og það er engin eiginlega sem leggur það til nema kannski einhverjir íslenski sósíalistar sem kannski þola ekki að starfa með þér eða eitthvað, sko. Þessi hugmynd er búin. Það er þannig að það er allt blöndu hagkerfi og þessi fjármálamarkaðir í Bandaríkjunum þar sem þessir hlutabréfamarkaðir að það fjárfestarnir eru jú mikið staðsettir í Bandaríkjunum en þeir hafa allan heiminn undir fjárfesta hvar sem er í heiminum þar sem þeir græða og þeir og stóru fyrirtækir sem eru að framleiða
örgerfa og hérna þessar chips eða hérna hvað að kalla örflugur hérna að þau eru ekki yfirleitur verksmiðjur ekki í Bandaríkjunum, kannski ekki í Bandaríkjunum vegna þess að þú finnur ekki vinnuaflið sem þú þarft. Það er ekki endilega þá segja mér, já þú getur gert það með róbótum eða sjálfvirkni, en það er ekki málið því að þú þarft að vera með einhverja sem vita raunverulega hvað að gera. Það eru náttúrulega komið hérna þessi gervigreind og þetta allt saman inn í þetta, en þeir geta ekki. Og ef þeir ætluðu að gera eins og Kórea ætlaði að gera, að taka þá verksmiðju og setja upp og vera með verkstjóra og svo framvegis að koma því af stað og mennta upp vinnafl á staðnum, að það er hent út. Þá kemur bara útlendingalögreglunar henda þetta út. Og það þorir enginn að snerta þetta land til slíkra fjárfestinga. Þetta er allt saman út allan heim og þetta er ekki bara Bandaríkjamenn, menn gleyma því, þetta er alþjóðlegi fjármálmarkaðir. 20% eru kínverskir til dæmis. En þú varst að tala heimsvaldarstefnuna og víkingana, hvernig þeir hafa áhrif á Engilsaksana og hvernig þeir hafa haft áhrif á hvernig Bandaríkin hefur þessar. Trump, að því að í Bandaríkjunum er það sannarlega til það viðhorf. En það er líka til svona viðhorf að við höfum ekki að vera að gera þetta. Við höfum að draga í land og sömuleyti, maður haldið því fram að Trump var einn af þeim. Hann segist vera að reyna að koma á friði og sömuleyti held ég að við verðum bara trúunum að hann til dæmis eitt fárra ráðamann á Vesturlöndu sem að talar stjórnlausa mannfall á vígvellinum í Úkraínu. Þetta svo heyrir aldrei evrópska stjórnmálamenn tala með einhverju hryggð mannfallið. Þannig að ég ætlaði bara að gefa Trump það að hann vill ekki stríð. Nei. Og þá man ég náttúrulega, hann er náttúrulega ættar frá Þýskalandi. Ammans var hins vegar skosk, þannig hann hvort ekki í sér. En þetta með að sitja á tolla og að þessi svona hugmyndum að við eigum ekki að vera að standa í stríði sem hann segir stundum en svo gerir hann bara eitthvað allt annað. Samfélagin er náttúrulega blönduð og þú ert svona að reyna að draga ályktanir af svona djúpum menningarlegum rótum. Að í Bandaríkjunum þá höfum við svona svolítið svona skýran ágreining það, annars vera í heimsvaldarstefnunni en hins vegar að hugsa bara það sem við eigum að gera. Að við eigum að fara og vinna heiminn og okkar fyrirtæki að breiða sér út allt og við eigum að verða okkar fyrirtæki að vera alþjóðleg. Nei, við eigum að draga vinnuna hingað heim til þess að hún sinni okkar samfélagi. Hvað er aftur fjöldi útlendinga á Íslandi nú, 70.000 Já, en það er ekki 21% og inn í þeirri tölu er ekki það eru bara erlendir ríkisborgarar svo eftir að taka innflytjendur. Þannig að við erum að nálgast helming við erum komnir yfir við erum að nálgast það er nokkrir áratugir í það held ég. Já, 2-3 þannig að ég er að segja nálgast og og þetta Ísland að vísu gerist þetta tiltölulega hratt en þetta er alls þar að gerast og í Bandaríkinu þetta gerðu þetta mjög hratt þegar fátæklingandi frá Írlandi og Skotlandi og göturum í London fluttust yfir og sértrúarsöfnuðu sem að sömuleyti komist ekki alveg inn sömuleyti voru Bandaríkin að einhver leyti uppseltir að þau komu og þetta eru hópar sem oft eru með veikari stöðu í samfélaginu heldur en þeir sem komu fyrst sem voru englendingar það að þjóðríkja stríð á milli þjóðríkja eru galin í dag. Fólk býr yfirleitt ekki, þeir eru mjög margir sem búa alls ekki með mökum úr sama landi. Hvaðan koma þessi hugmynd þá að ríkin, löndin yfir að berjast og að sína milli. Heimurinn hnattvæðingin er ekki bara í viðskiptum, hún er líka á persónulegu plani og hraðin er miklu, maður hugsaður í einni öld að þá erum við að horfa á þetta að gerast núna. En út af þessu hraða þá er í Englandi, í Frakklandi, á Ítalíu, út allt er fólk sem voru villit ekki. Vill ná aftur hinnu hreina þjóðríki. Já, það er bara stjórnmálastéttin. Fólk bjóði sér fram til þings og sveitarstjórna hjá Íslandi. Stjórnmálastéttin fyrst og fremst. Því að stjórnmálastéttin í heiminum er að horfa á það að hún er að missa völd. Þegar stjórnmálastéttin var til, vestræn stjórnmálastétta, ég bara skrifa það á englendinga líka, þegar barónundir fengu í Magna Carta einhverja viðurkenningu á því hvernig þeir ættu að höndla konung sem þurfti að fá pening til að fara í
ævintýri eða borga fyrir hafnarframkvæmdir eða gera eitthvað, þá fór hann þangað og þá verður þeir að hafa einhvern vettvang og smá saman var þetta til þá þing sko og síðan smá saman var þetta að þetta snýrist sko fjármálavaldið. En á sama tíma erum við að horfa á þetta alþjóðavæðingu stofnanakerfis heimsins að þegar rafmagnið var til að þá þurfti ákveða hvort það var 100, 110, 240, 220 volt og síðan gerðist það sama með sjónvarpstækin og útvarpsbylgjurnar og allt þetta sko og til dæmis hleðslukerfi bílana eða rafkerfin í allt sem er að nota og þetta er ekki gert lengur yfirleitt í einu landi, heldur þetta er gert í sameiginlegum ráði, þannig að þættirnir... Það kom svolítið vel í ljós í COVID ef fólk drifjað upp að þá datt eiginlega keðja niður að þú getur ekki gert neitt neinstaðar ef að 1 eða 2 lönd dett út af því að þetta er svo flókin keðja. Ég held að þetta sé framtíðin og við erum að horfa á upphafðunar. Fólk vill ekki framtíðina, Ragnar. Já, það er bara þannig að þetta er út. Það er dálítið undarlegt þegar það er kannski með erlenda maka og svo er það voðalega samt á móti útlendingu sko eins og það gerist þeir innflytjendur og varðandi bandarísku innflytjendur þá er náttúrulega við sjáum við sko hermennindi bandarísku þeir eru yfirleitt afkomendur þrælar sko þannig að það kann að vera að það hafi áhrif á bardagavilja þeirra að þeir vilja sanna sig og þeir fann að fá þeir tækifæri til að sanna sig með því að fórna þeir fyrir land sem þeir eru að skilgreina þessi hluti af en það er ég held að sé minnkandi hluti almenning sem sko, ef við erum að líta á því sögulegu samhengi þá er stóra breytingi sem gerðist var á síðustu öld 1980 að þá gat mannkynið allt innu framleitt nægilega mikið af matvælum handa öllum í mannkyninu öllum en við vorum ekki að því vegna þess að það var hungursneyð á ýmsum stöðum vegna bardaga og styrjalda og einhverja bara manngerðra ástæðna og stjórnmálastéttur, hvort það er í Rússlandi eða Bandaríkjunum eða í Úkraínu eða eitthvað, hún græðir á ástandin eins og það er núna. Úkraína og þessi tvö ríki sem eru að berast þarna, þau eru náttúrulega hafa sameiginlega uppruna, ekki í Sovétríkjunum, eru sameiginlega uppruna frá þeim tíma þegar að víkingarnir komið til Kænugarðs. Þetta eru bræðravíg og er það hryllilegra fyrir bræðið. Algjörlega fáránlegt. En sko þeir sem er að viðhalda þessu eru stýrisaðilarnir báðir og að fara að rífast það að þetta góði maðurinn er sá sem byrjaði. Það er eins og börnin í sandkassanum að segja sko hann sparkaði mig og þess að sparkaði ég hann og það er honum að kenna. Sko. Þetta er stríð, bræðravíg og við höfum bara ákveðið það að hafa einhverja eða Vesturlönd almennt standa með öðrum hverjum en fórnarlambið í þessari styrjöld að það er öll Evrópa og hvernig óskofun stendur á þessari styrjöld er það ekki bara er það ekki best að líta á afleiðingar hennar? Já, eða rætlunar. Sko, maður gæti sagt með ritgerðaniðina að því að þú hefur verið í Kína og þar er okkur tamt og Kínverjar horfa langt aftur og okkur er tamt að þegar við horfum á Kína að horfa til svona langra sögu og menningarþátta. Kannski af því að þetta er heimsveldi sem að hefur staðist aftan úr fornöld, eina heimsveldi fornöldar sem enn er. Egyptarnir eru farnir og Rómverjarnir eru farnir og við getum talið upp meira. Það sem erindi þitt þegar þú kemur til Vesturlanda er að segja, heyrðu, við ætlum kannski að horfa svona á okkar eigin sögu með svona langa. Þannig að það skiptir kannski ekki máli hvort að sko, þessi heimsveldi hafi haldið sko, í forminu þannig að við getum rakið svo samfella sögu þeirra í 300 ár. Það er samfelld saga norrænna manna sem að gengur frá Norðurlöndunum yfir til Englands og út allt og áhrifin af þeim eru á hvernig breska heimsveldi var byggt upp og hvernig Bandaríkin hafa verið. Þannig að við eigum kannski að horfa á Vesturlönd eins og okkur er tamt eða við opnum frekar fyrir að horfa þannig á Kína heldur við gerum á eigin sögu. Já, það á bara að gera það sko, til þess að skilja framtíðina
til þess að sjá hvert heimarinn stefnir og hvað á að gerast og hvernig á að leysa vandamálin, að þá þetta horfum við undir forsögunar, en við ekki að horfa á einhver einstök nýleg dæmi, við höfum að horfa á forsögunni í heild sinni og þá er það eitt einkennar að það er stöðugar breytingar og bókinu Veginn er ágætt byrjun á því að skilja það að það ferli eða sá vegur sem við lýsum með orðum að hann er ekki óbreytanlegur. Þannig að þegar við stöndum fram fyrir þeim vandamálum sem við erum að sjá núna og að setja heiminn á hliðina, þá til dæmis er nú ágætt að veltaði fyrir sér átt að sjá því að ofbeldi hefur aldrei leyst nein vandamál. Aldrei. Styrjaldir leysa ekki vandamál, þau skapa vandamál. Já, en ég hef þá sagt, þrátt fyrir það, að við vitum það, þá er ofbeldinu beitt. Og oft er ofbeldið fyrsta svarið. Við erum til þess núna í Evrópu þar sem við orðum oft hérna þannig að það tala allir eins og hersöðingar og enginn eins og diplomat. Það læti nú vera eða nú ábyggilegt að finna einhverju sem tala eins og diplomat. Það er svona ríkjandi í stjórnmálastéttinni. Það er ríkjandi, já. Og það er allir að tala fyrir ofbeldi. Já, ef við reyndar sko ofbeldi og heimsvaldarstefnan að hún gegndi náttúrulega sögulegu hlutverki sem var mjög jákvætt. Upphaf viðmenningar er rakið til hennar. Iðvæðing heimsins að hún hóst á 18. öld í Bretlandi, í Englandi og var fjármögnuð með náttúrulega gróða frá heimsvaldarstefnunni, gróða af þrælaverslun Watson, hann seldi þræl þegar hann þurfti pening til að fjárfesta einhverja tilraunir í guðvjölinni en líka sko almennt bara í einokun í nýlendu viðskiptum á milli nýlandana, beinum ránum sko þegar það voru að byggja flottan hérna englendingar að þá stáluður hann bara af Spánverjum og þetta sko var til þess að hrinda heiminn út í innvæðingu og síðan komu Þjóðverjarnir fylgdu á eftir og Bandaríkjamenn sko ef við tökum þessi tímabil en þetta tímabil búið, þessi lokið þegar eina svo drifkraftur framleiðslumátturinn er svo orðin svo gífurlegur og drifkraftur framtíðar þróun og nýrra tækni felst í nýsköpun sem er þá nýjar uppgötvanir á sviði vísinda sem eru ekki sko framleiðnar í sjálfu sér, heldur einfaldlega rannsóknir, menntun og samvinnu og alþjóðasamvinnu. Þetta er framtíðin. Þannig að til að leysa fortíðarvandamálin og vandamálin sem við lítum á núna, þá þýðir ekkert að segja, þá þurfum við bara að fara aftur í heimsvaldarstefnu og gera það aftur. Það gerist eða er ekkert svoleiðis. Framtíðin verður að vera í hnattvæðingu og áfram og fjárfestingu í menntun, fjárfestingu í samskiptum, í tengslum milli fólks og áframhaldandi þróunar í alþjóðastofnunum, í Sameinuðu þjóðunum. Þetta er það sem við Íslendingar ættum að setja oddinn fyrir okkur. Þú trúir þessu, en á sama tíma eru við að hlusta á stjórnmálafólk sem er að segja að þessi tími sé liðinn, að við getum stemt þarna. Tími alþjóðavæðingarinnar er liðinn. Nú gildir það að velja sér samstarfsþjóðir sem eru like-minded, líka hugsun, sem er bara í nágrenninu. Við þurfum að draga úr viðskiptum þvert við heiminn. Við getum ekki verið háð og orkuuppsprettum frá ríkjum sem að hafa stjórnarfar sem er óstöðugt og getur orðið óvinir okkar. Þannig við verðum að draga okkur saman. Trump leggur áherslu á þetta og ég er ekki betur en að Evrópa sé að tala á sama máta. Þannig að þó að þú sjáur fyrir þessa framtíð, þá er ekki allir sem að vilja fara til hennar. Ég held að sé vaxandi hópurinnar, en það er stjórnmálastéttin, hún heldur ríkfast við eigið vald og hún heldur því fram að hún sé fulltrúar almennings. En í rauninni er það stjórnmálamenningu Vesturlandana enginn er svolítið af svona ættbálka erjum, ættbálka stríðum. Hún ber þess einkenni raunverulega ætlum að ég náttúrulega var ekki að stúdera það sérstaklega, en ber mjög greinileg merki
ættbálkastríða þar sem menn drapu nú ekki allar en ættbálkarnir voru í erjum og hérna áttu í samkeppni og við sjáum þetta í fótbolta. Það þú heldur með einhverju liði en þú treystir ekki markverðinum og þú treystir ekki hérna, fyrirliðanum þú samt stíður það sko. Hrópar að ég reka þjálfarann? Já, og svo þetta í eigu eitthvað auðkýfing sem þú fyrirlítur? Já, nákvæmlega. En samt þetta með liðinu? Já, þetta sama með stjórnmálflokkana sko. En þetta var mjög klárt náttúrulega fyrir nokkrum árum að fylgdu sínu stjórnmálflokki alveg sama hvernig viðræði og í hérna hvernig þótt að á bátinn gæfi en núna að þá er þetta stjórnmálakerfi það er að líðandi lúk hraðin er svo mikill á fylgjusveiflum að fjórflokkakerfi sem var áður og dugði ágætlega fyrir Ísland á meðan stjórnmálaflokkarnir runnu saman á Alþingi eins og ein heild svona í höfuðdráttum vitandi það að þeir gætu ekki myndað meira hluta nema með einhverjum með þessum öðrum þrem flokkum og þeir gáttu allir starfa saman. Það var nokkuð stöðugt stjórnarfar. Það er dálítið athyglisvert að í núverandi stjórn sko, hérna akkurat núna á þessum tímapunkti þegar við vorum að tala saman að hún er sterk á Íslandi. Það er yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna sem styður ríkisstjórnina og aftur á móti hefur snúið baki við hérna stjórnarandstöðinu og það er mér sýnist sé ekki betur en það sé merkjum það að sá málflutningur að það er alltaf á móti því sem ríkisstjórninu gerir stað fyrir að reyna að finna leið til þess að vinna með henni að það sé það sem er að fella þessar stjórnarandstöðu. Já, það er ekki trúverðugt lengur. Það er ekki trúverðugt lengur, þannig ég held að við séum á tímamótum en ég er bara bjartsýnismaður og hérna ég sé menningu sem hefur komist upp úr 200 ára niðurlægingu, 150 ára niðurlægingu. Kína var hérna fór alveg langt niður og svo mögulega gast fyrir hérna á 19. öld og þeir eru búin að prófa í hitt og þetta. Þeir eru ekki búin að finna upp ljósið að finna upp fullkomna stjórnmálaform. Það er ekki til. Heldur, við verðum að halda áfram að þróa það með okkar samfélögum. Þeir eru vilja til þess að leita sem er kannski farið minnkandi til dæmis í Bandaríkjunum undir Trump. Já, en við, sko, það sem þurfum við náttúrulega bara flokkar sem eru samfélagslegir flokkar. Það er að segja að þeir eru flokkar sem eru meðvitar það að þeir eru samfélagi sem nær til allra í þessu samfélagi og eru þá að reyna að vinna lausnum af þeim vandamálum sem þetta samfélagi er í. Okkar samfélag sem er undir samfélagi í stærri samfélagum. Evrópa er náttúrulega, þetta með Evrópusambandið, vandamáli frá upphafi var það að sko, þessi stórkostlega hugsjón sem kemur frá þjóðurum að bara sameinast fyrir samlega og leysa okkar vandamál sameiginlega og svo framvegis að hún stoppaði við landamærin þannig að þetta er eins og að búa til stóran sandkassa og segja við erum allir vinir en við sko verndum okkur frá þeim sem eru fyrir þetta sandkassan en þeir eru með gleyma því að Evrópusambandið er með tollamúra. Herðu Ragnar, þú ert að fara til Kína og dvelur þar í nokkra mánuði? Já, núna í kannski hálft árið eða hvað svolítið. En þetta er kannski síðustu samtöl okkar að sinni? Kannski ef það gerist eitthvað stórkostlegt í heiminum þá fæ ég kannski slá á þráðundiðin í Kína. Já, það er bara sjálfsagt. Tæknin er orðið svo stórkostlega að við getum talað saman bara milli heimsálfa. Já, því frekar, því eru menna Afgani þeir reyndu að slökkva á internetinu og gáðast upp til 2 daga. Þetta meira að segja þeir gátt ekki snúið söguna við. Sagan, hún er óstöðandi fljót sem ekki er hægt að stöðva en þetta erum á hættu tímum þannig að menn verða að fara varlega sem betur fyrir menn að tala það að þeir sem eru að tala styrjaldir að þeir eru ekki að tala lengur gjöreyðingavopn heldur að finna betri aðferðir að drepa tæki andstæðingsins án þess að nokkur drepist við það. Það er dálítið merkilegt hvað til hversu ósköpunum menn eru að eyðileggja innvið eða bara vopn til þess að drepa vopn sko. Herðu,
góða ferð ef að þú kemur ekki aftur hérna áður að ferð til Kína og takk fyrir að koma hérna og fræða okkur Kína. Núna fórum við svolítið aðra leið, fórum að skoða Vesturlönd með svona þinni reynslu frá Kína. Takk. En við ætlum að halda hér áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem að breytist jafnóðum. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.